Ég bara geng út mínu eigin nafni dag í mánuði, tónlistarmaður. Ég sé söng og gítar, allan á tónleikum og svoleiðis. Og með mér á tónleikum eru þessir drengir. Axel Westman á gítar, Elías á trommum og Ívar á bassa. Og þeir eru mjög duglegir líka í tónlistarsinnunni á Akureyri, bæði í sínum eigin hljómsveitum, Sót, Melody. Ég bara eiginlega fékk það til leiks með mér til að spila á tónleikum. Hvað sækir þú þá innblástur fyrir tónlistarspila hérna? Mestmegnis hlusta ég bara á grunge rock og hard rock, en ég svolítið mikið farinn í bluesið núna eftir að byrja í tónlistarnámi. Já, og hvaðan kemur textinn? Er það göngutúrinn? Nei, bara að tala hvernig hversdagslegging getur verið, bara tilfinningar og svoleiðis sem kannski ekki endilega allir myndu þora að horfast í augu við. Eru þið allir með svipaðan tónlistarsmekk eða? Ég veit það ekki, kannski... Já og nei kannski. Já og nei, þetta er svo... Ég er bara gildist á einlega allt. Ég er samt mest svona í metal, þannig og rock. Já, ég eiginlega líka. Já. Eitthvað svolítið. Axel bara í jazzi. Ég bara í jazzi, hardcore beat. Það er metal jazz fusion hljómsveit. Já maður. Er ég ekki plata á leiðinni? Jú, ég er akkurat að vinna í að taka upp 12 laga plötu núna. Og við erum að klára trommuupptökur þessa helgi og núna næstu helgi erum við að taka upp allan söng. Þannig að það er væntanlega kemur einhver singull á næstu viku. Ég er ekki alveg viss nákvæmlega en það styttist í þetta. Og hvernig myndi lýsa þessar hluti með að við kannski eitthvað gert áður? Sko, fyrri platan sem ég gáð, sem er The Man Cave Tapes, hún er mjög grunge rockuð og eiginlega bara meira svona classic rock sko heldur en þetta sem ég er að gera núna sem er aðeins þyngra og tekur einhvern innblástur frá svona stoner metal eins og Electric Wizard og eitthvað svoleiðis. Það er eitthvað smá þannig innblástur og eitthvað svona heavy metal líka inn í þessu. Þetta er svona aðeins þyngra myndi ég segja mestmegnis. Við erum að reyna að hitta svona vikulega til að spila þetta. Við erum að gera okkur tilbúna til að spila nokkur gig á þessu ári. Við erum með í vinnslu R5, svo erum við búin að tala um Gaukinn, við erum í vinnslu að tala um Lemmy og okkar fleiri staði á Akureyri. Þetta er allt í vinnslu og nánari info kemur örugglega á næstu vikum líka. Maður er bara alltaf að þróast í þessu einhvern veginn og eins og segi ég er að sækja nám núna í tónlistarskólanum og til að læra meira gítar. Það finnst mér gaman að læra á hljóðfærið og svo er ég líka að læra á söng. Ég byrjaði að syngja fyrir cirka 3 árum held ég. Þá byrjaði ég almennilega að syngja og var það í hljómsveitinni sem ég var í. Og ég var ekkert mjög góður til að byrja með. Ég held ég hef ekki orðið góður fyrir kannski í fyrra var ég almennilega góður að syngja á tónleikum og bara syngja almennt séð. Þannig að það tók bara smá tíma og maður verður bara betri og betri einhvern veginn. Ég byrjaði kannski þegar ég var 12 ára eitthvað þannig. Pikkaði þá gítar og búinn að hlusta á classic rock og ákvað að prófa þetta. Ég byrjaði að spila trommur þegar ég var í 1. bekk en svo þegar ég fattaði að mér fannst gaman að spila þá bara í 8. bekk eða eitthvað og þá byrjaði ég að æfa mig meira þannig að ég myndi segja að ég hafi byrjað almennilega að spila í 8. bekk. Ég byrjaði á bassa fyrir 6 árum, ekki 6 árum, fyrir 6 árum. Mér fannst það ekki gaman fyrstu 2 ár, mér leið svona meira eins og þetta var eitthvað skyldi eins og ég þurfti að gera þetta svoleiðis. En svo lærði ég þarna Queen-lagið Bohemian Rhapsody á bassa. Það fannst mér ógeðslega skemmtilegt að læra og bara eftir það hef ég bara verið endalaust að spila á bassa. Það er svo frjó tónlistarsena á Akureyri og alveg eins og í þessu æfingarhúsnæði það eru alveg mjög margar hljómsveitir sem hafa og eru að æfa í þessu húsnæði. Þeir sem eru með þetta sjá akkurat tónlistarhátíð á
hverju sumri er mannfólki breytist í slím. Og ég geti, það er endalaus listi af tónlistarmönnum, þú veist. Trin and the Dangerous Thoughts, Sod, Melody, Pittance. Og ég geti bara haldið áfram allan liðlangan daginn, sko. Það er mjög frjóð tónlistarsinna á Akureyri og mikið af þessu unga liði eins og þessi drengir er að koma og spila akkurat. Og mér finnst gaman að fylgjast með senunni og hvað er að gerast og svoleiðis. Hlusti bara á tónlistarmennina á Akureyri sem ég var að minnast á og hlusti á mig og já. Hlusti á Dabba. Já, hlusti á Dabba. Hvort myndið frekar hægt að hlusta á tónlist eða hægt að semja tónlist? Hægt að semja. Já, hægt Já, ég er alveg sammála þessu.